Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Jæja, komiði sæl og verið velkomin í klefann. Í dag ætlum við að ræða golf. Hann Birgir Leifur Hafþórsson, hann mættur til mín. Vertu velkomin. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir boðið. Já, herru, og nú ætlum við ég ætla að reyna að læra eitthvað um golf og spyrja fyrir hinn almenna hlustanda. Nei, segi svona, herru, þú frá Akranesi og hvenær byrjaði þú í golfi og bara ekki svo mikið rokana? Já, það segja það allir að sé svo mikið rok en þegar þú elst hann upp þá er þetta besti staðurinn til að alast upp. Já, það ekki alltaf þannig? Ég trúi því. Já, Flórida skæin náttúrulega kallað. Einmitt. Og fótbolti var númer 1, 2 og 3 í öllum. Og þar á meðal mér og ég ætlaði bara ná langt í því. Það var númer 1, 2 og 3. Einmitt. Og svona var hálfgjörst íþróttanörd, bjó bara í íþróttahúsinu og prófaði allar íþróttagreinar. Ég kallaði íþróttatöffara. Já, ég veist, nörd líka alveg töff, sko. Það reyndar. En þannig að ég ólst upp bara við að vera svolítið mikið íþróttum og allir mínir vinir líka og við bara svona þegar ég var 12 ára þá bara fór ég óvart einhvern veginn upp á golfvöll. Ja. Þar var svona einn af mínu vinum Helgi Dan sem að afi hans heitir hann var hann var landsliðsmarkmaður í fótbolta og var í golfi. Ja. Dró hann með sér alltaf, hann var orðinn flíkur og var alltaf að tala um þetta, þannig að ég var að prófa. Dró mig með sér og afa sínum. Ég var í takkaskónum og fótboltabúningunum bara og þar byrjaði bara einhvern veginn. Það bara var í sigraður held ég bara á fyrsta degi, sko. Já, okay. Það var eiginlega ótrúlegt, sko. Ég man það bara, en ég var alltaf í fótboltanum og handbolta og með og golfið var svona á sumrin og svona með, svona fyrstu árin. Þannig að þetta var svona fyrstu skrefin, 12 ára. Ok, og varstu strax bara frekar svona lungin í þessu eða? Já, veist, þetta lá vel fyrir mér og svona bolti og næja að tengja vel við eitthvað bolta og svoleiðis. Bara mér finnst þú rosa gaman í íþróttum bara, veist, og ennþá þetta í dag. Já. Það langar mig að prófa mikið, veist, bara í badminton núna og svo langar mig að fara að prófa paddel og eitthvað svoleiðis. Okay, það enda mjög skemmtilegt. Já, það svona á dagskrá, einu af markmiðunum, en þetta bara gekk ótrúlega vel og var svona hröð þróun í þessu. Okay. Ég var komin í, 16 ára var ég komin í kallalandslið og vann minn fyrsta Íslandsmeistaratitil í holukeppni þá, kalla, 16 ára. Þannig að það gekk mjög vel og þá fór mér svona fyrst að dreyma eitthvað. Eitthvað stærra. Fór ég að horfa á golf í sjónvarpinu og eitthvað. Fór svona að hugsa eitthvað en var alltaf bara, í fótbolta líka og sprikla. Ok, þú ert sko 7-faldur Íslandsmeistari í golfi. Þú segir holukeppni. Já, og ef ég útskýri það, þá sko golf var fundið upp með holukeppni. Eða það spilaði fyrst í holukeppni, þá þýðir það að þú mætir einu einstakling eða bara öðrum og spilar þangað til að annar getur ekki unnið. Þetta eins og bikarúrslitaleikur, bara úrslitakeppni. Þú getur sprengt og bara gefið einu á holu og þá ertu bara eina niður og þangað til að annar aðilinn á það margar holur og að hann getur ekki náðir að þá vinnur hann leikinn. Okay. Það var mjög skemmtilegt og það mjög skemmtilegt fyrirkomulag ef þú hefur fylgst með Ryder Cup eða annað Evrópa, það holukeppni. Það holukeppni, ok. Og það stundur 2 og 2 saman og á móti 2 öðrum og það Íslandsmóti því og svo Íslandsmóti í liðakeppni líka í þessu og þar spilaði holukeppni líka. Okay. Þannig að svo þessi 7-faldur, það höggleikur sem svona svolítið marathonið. Þá ertu bara hvað þú... Það hvert einasta högg sem talið og það 72 holur og í 4 daga og það eru bara sá sem slær fæstu höggin, hann stendur uppi sem sigurvegari. Þannig að þá ertu svona með svona aðeins öðruvísi golf, þú spilar svona aðeins varkárara golf og svo spilar þú mjög aggressíft í holukeppni.
Ok, ég hugsa að ég myndi það frika fyrir hólikeppni. Já, mér finnst það mjög gaman og ég hef sigrað þar 4 sinnum og mér finnst mjög gaman að því og eins og í liðakeppni líka, það rosalega gaman. Já, Mér tengi mjög mikið við liðsportið sko líka, þannig að mér fannst saknaði gríðarlega að vera þegar ég þurfti að hætta í fótbolta og handbolta. Það fannst mér mjög svona mikið tómarum því ég tók bara golfið. Ég trú því. Þannig að En ok, þannig að sem ég svona forriti með svona allt í hennu núna það er 4 dagar í hagkeppninni. Þú veist sko, hvað er það að labba cirka marga kílómetra á einum degi? Það fyrir misjætt eftir bara hvernig völlurinn sko, en ég mældi þetta einu sinni í svona úrtökum og þá spiluðu 6 hringi pluss og kannski 2 æfingarhringi, það er 8 hringir á 8 dögum bara. Já. Og við vorum að labba í því móti, það var á Spáni, þá var ég að mæla yfir daginn 16-17 kilometra. Ok, hvernig æfirðu þið þá fyrir, þú veist, ok, ef maður er að keppa í Íslandsmótinu þá ertu væntanlega bara náttúrulega virkilega að æfa þetta og taka þátt í þessu og ertu væntanlega að spila mikið en gerur eitthvað fyrir utan golfvöllin? Já, maður er náttúrulega kannski með það, kannski minn grunn að ég elst upp í að vera í öðru sporti líka. Já. Og mér finnst gott að vera í formi. Þannig ég hef töluvert oft, eða bara alltaf hugsað vel mig þannig lagað. Já. Og í golfið þá er þetta svona meira, þú veist, þetta er hægara, þú veist, þú ert að labba, þú ert ekki á sprettinum eða eitthvað. Þetta tekur á skrokkinu, þetta er það er sprengikraftur í golfsöflunni, mikill sprengikraftur. Má ég ekki spáði því einu sinni? Já, og mjög tæknilegt, bara þú veist, höggflötun og það er 1-2 gráð til þannig að þú þarft að vera í góðri meðvitund með líkamæðin til þess að endurtaka, þetta er svolítið svona endurtaka alltaf sama. Einmitt. Og ég var alltaf duglegur bara í ræktinni sko, þú veist. Ertu að lyfta, ertu að hlaupa? Eða? Já, maður blandar þessu svolítið, mér finnst mjög gott fyrir golfi að vera í góðu úthaldi út af því að þetta er langi dagar og þú ert að halda mikill einbeitingu og þegar þú fer að gera mistök þá fer bara líka minn að þreytast og þú fer að taka lélegar ákvarðanir, stífnar upp boðleiðin og af taugakerfinu er ekki eins röð og þú fer að taka lélegar ákvarðanir í kjölfarið. Já. Og maður hefur alveg fundið það, kannski að maður var ekki í góðu formi. Já. Og svo er sko það sem maður hefur verið að þróast svona kannski er að lyfta mjög mikið til þess að fá sprengikraftinn og til þess að slá langt. Já, ég hefði bara ekki alveg tengt sprengikraft við golf. En það er mjög líklega gríðalegu sprengikraftur í þetta tekur bara einhverja 1 sekúndu að sveifla og þú þarft að tímasetja það hárrétt og ætlar að fá sem mesta út úr kilfunni og þetta er svolítið tengt við teghaukin sem er svona upphafs stóru kilfuna og golfi hefur breyst gríðarlega síðan að ég gerist atvinnumaður eins og í dag. Já. Og það er komið svona meiri lengd í það og menn er fann að svona bölka sig upp og ég er ekkit rosalega hrifinn af því sko en ég er miklu hrifnar að leikmennu sem eru sko mjög fitt en með ekki sprengikraft. Já. En það sést ekki á þeim með séu rosalega vöðvaðir sko. Meiri mýkt kannski. Já, en þess að ég held að sko líka þegar þú labba mikið með mikið þyngsli á þér og þú veist þá hef ég trú á því að sko golfsveiflan er líka mjög flókin, þú stendur á ská og þú sveiflar í eina átt. Já. Með mikla vöðva og það þarf mjög sterk bein og liðbönd til þess að halda þessu sko. Þannig að það hefur líka þróast þannig að það eru meiri meiðsli. Já. Og ég vil meina það líka ef þú ert ofmassaður þá hefur það áhrif á liðböndin og þú veist grindina, það er ekki allir sem þola það sumir eru byggðir bara fyrir það og þola en sumir ekki. En hvernig sprengikraftsæfingu myndirðu gera? Ég er bara að hugsa ef eitthvað golfari er að hlusta og hann bara nú vantar mig hugmynda æfingum. Já, ég var náttúrulega bara með fína þjálfara sko og þetta voru svona hopp og þú veist með þungabolta og þú veist sprengja niður. Hendaboltum, með þessum boltum þungum. Já, þetta var svolítið svo leiðis og svo hefur svona tækni þróast í að nýta jörðina betur, veist, að geta nota kraftin úr jörðinu og löppunum og því sko. Háglín. Já, það hefur þróast í það líka
og ég hef svo sem datt ekkit alveg á kaf í lyftingar en ég fór aðeins í þetta en svona í kjölfari meiddist ég svona alvarlega en það var út af öðru bara, þú veist, það var margt sem að spila inn í sko, en fyrir mig þá þarf korið að vera rosa sterkt og ég þarf að vera liður, það frekar eðlisfari, þannig að það hefur hjálpað mér og svo þarf ég að vera, finnst mér mjög svona, ég hefði viljað styrkja mig betur í öxlum og baki á tímabilinu og þegar ég var í þessu, ef maður lítur tilbaka, en yfirleitt var ég bara með að vera í hörku formi, bara úthaldi og þola það bara að spila eins bara margar hringi og ég gat sko. Já, það ekki svolítið, ég vann á golfvellinum á Oddfellow og 2-3 sumur, þetta var bara enn í dag svona eina mínum uppáhaldsvinnum sko, því að mér fannst svo, ég sá að bóka, þetta var áður en golf.is kom og þá ringdi fólk og ég með blýant og stóra blaðið mitt og var að skrá fólk í holl og það var alltaf verið að reyna að múta manni til þess að koma framfyrir og bara eitthvað æslega morgunana, þú veist, hann er að taka frá tíma 10 og eitthvað svona sko og þú hefur verið aðal manneskjana á þetta var gaman sko og svo var ég með, það voru einhver popsöngvarar sem voru og ég stundi tók frá tíma fyrir það og fekk að vera gestalistanum á hljómsveitinni mér fannst það mjög gaman, en þá var sem sagt líka, þú veist, þá var ég að reikna punktana og ég bara eitthvað, já nú hefur forgjöfin þín lækkað svona mikið og eitthvað, þannig að ég var alveg 100% vinsalast skvísan á svæðinu, en mér fannst þetta útrúlega gaman, því mér var svo gaman að taka þátt í sko gleðinu þegar fólk var að bæta sig og það var svona kom inn og var að segja manni frá þessu og Já, það tengi ég vel við, en þess að kannski eitt af því sem heitlaði mig við sportið var til dæmis að þú veist, að þú varst bara algjörlega berskjaldaður út á velli og ef að hlutinni gengu ekki upp þá svona lýsti það svolítið innra með þér hvað nú brást við því sko, þú veist, og hvað þú hefur bara að velja að klára eða gefast upp, þú veist og það einhvern veginn lá svo vel einhvern veginn hjá mér, það hefur aldrei verið þannig að ég bara gefst, ég bara þó svo ég sé að spila ömurlega, þá bara klára verkefni sem byrja þá ætlaði ég bara að klára eins vel og ég get og þá setjum ég mig bara lítil markmið og ég man bara í gamla dag, ef ég var komin yfir 80 sem þótti lélegt á þegar maður var orðinn svona góður þá var maður bara, ég ætla að koma mér undir 80, ég ætla að enda daginn undir 80 það var bara eitthvað svoleið sko, en út af því að þú veist, þegar þú ert komin á vissan level og þú byrjar bara illa og þá ertu bara komin í helviti vond mál sko, þú veist, og svo engin annar annað til þess að eitthvað sparki í þig eða peppaði áfram, það bara þú og golvöllurinn og kilvan og kúlan og þú ert bara berskjaldaður og svo líka bara þegar það gekk vel þá var, veist, viðurkenningin alveg svakaleg og þá var bara, veist, gekk allt upp og allt sem þú lagðir í þetta var bara allt á þig og þú þekki það í einstaklingsíþrótt náttúrulega, þetta er munurinn. Já, ég sko var í handbolta og er kringum Vestló, ég sem sagt byrja að æfa frjálsar alveg fullu því ég fyrir Vestló og þá var ég svolítið svona hvað vil ég gera og eitthvað og nema ég hugsaði bara, heyrðu, ef ég fyrir frjálsar þá bara stendi ég og felli mig sjálfur mér annarkvort næ ég árangur því ég var dugleg eða ekki, en svo í handboltanum þá var ég stundu bara eitthvað, hún var svo léleg hann í verðum, hún bakkaði ekki, þú veist, eitthvað svona og ég bara eitthvað, herri, nei, ég ætla bara að fara þessa veit, ég ætla að sjá hvað ég get ögra sjálfur mig mikið, sko. Já, og ég tengi vel við þetta, en ég samt saknaði alltaf hópíþróttuna líka, sko, en þess að mér finnst það líka alveg óbóðslega sjarmerandi að púsla saman góðu liði og allir fungera saman og ég hef mikið áhuga á því og mér finnst svona hef ég reynt að gera það þegar ég hef verið að þjálfa golf að reyna að búa til liðsheild og ég held að golf og einstaklingsíþróttir eiga það inni, þú getur búið til liðsheild út frá sko umgjörðinni og þó svo að einstaklingurinn blómstri sko, þá held ég að muni bara styrkja þá einstaklingar sem er að fara þessa vegferð sko. Já, herri, ok, það er mjög gaman að tala við en ég fór bara úr einu í annað sko, því mér langar að ræða þá sko, ok, ég ætla að fara að tala um þá stóru mótin þín, en ég er með skrifa hérna hjá mér og þú hélst þáttökur eftir á evrópsku mótaröðinu og sigraði í Challenge Tour eða áskorandamótaröð Evrópu
spilaði við 70 mót og European Tour og sigraði Challenge Tour í Frakklandi og ég hef bara heyrt svo marga tala hvað þetta mikill árangur en nú ég bara smá byrjandi þessar áskorunda mótaraðir og þessar mótaraðir, viltu hjálpa mér aðeins? Já, þessi eðlilega þetta flókið, það svo sem þetta bara, ef ég útskýri þetta þá þetta svona deildir eins og bara í hópíþróttunum, þetta eru 3 svona aðal deildir í Evrópu, það sem að ég reyndi mest að gera og draumurum var að spila á Evróputúrum, maður sá það í sjónvarpinu einhvern veginn og maður fór að dreyma 16 ára eitthvað. Já, þú byrjaði svo snemma Já, svona kannski 16-17 ára svona hugsum, okkur ekki bara að prófa eitthvað. Mér langaði, ég ætla alltaf að vera aðeins maður í fótbolta, það á fyrst, en svo bara hefur breytist það og bara eins og allir skagamenn örugglega en svo fór það sko bara, og þetta skiptist í þá svona nokkrar þriðjudeildir sem að spilast í Evrópu, í Suður-Evrópu, Mið-Evrópu og svo Norðurlöndin og Íslendingarnir hafa verið svolítið að fara þessa leiða á Norðurlöndunum. Þar, ef þú stendur vel og endar í topp 5 á þeirri mótara og ferðu upp í aðra deildina sem þá Challenge Tour. Og þar þarftu að fara í úrtökumót sem þá úrtökumót fyrir Challenge Tour og DP World Tour í dag sem var European Tour. Það var svona alltaf, draumurinn og maður fór í þessa vegferð og ég spilaði alla með feril, ég byrjaði fyrsta árið á Scandinavian Tour á þeim tíma og flutti til Svíþjóðar. Svo komst ég beint inn á fyrsta ári að hluta til á Evróputúrinn og svona á Challenge Tour og svo spilaði ég með svona allan feril þar. Svona fram og tilbaka. Já. Þetta svolítið svoleiðis og svona kannski hvað á ég að segja, auðvitað náttúrulega þetta x árangur, já. Það var enginn sem að kannski var farið inn á stað, ég var svolítið einn hann að þú varst alveg bara lengst uppi sko? Að bara brölta þetta og auðvitað vakti það einhver athygli og svoleiðis og ég mjög stoltur af bara því sem að ég afrekaði og ég fannst mér allt í það og þetta var blóðsitt og tár og allir pakkinn. En ertu þá að detta svona niður deild ef það gekk illa og upp deild eða hvernig? Já, úrtökumótin sem sagt sem fyrir þessar 2 mótaraðir, hann sterkustu í Evrópu. Það eru einhverjir 1500 spilarar sem byrja. Og þetta í einhverjum svona levelum, þannig að þetta eru 3 stig og þú byrjar og svo fer ekki inn í fyrsta eða svo getur unnið upp að byrja í öðru og jafnvel fara beint í 3. Og í lokin þá er búið að síja niður þá alla bestu og svo koma úr þessu stigi, svo koma ykkur úr evrópsku mótaröðinni og ykkur úr áskorundamótaröðinni beint inn á 3. stig, þá ertu komið með svona bara þá allra bestu sem geta keppt með þessi 25 kort sem eftir eru. Þannig að þetta svona þetta kannski, svona hvað ég segja, erfiðasta leiðin eða svona, þú færð eitt séns á ári í þessu. En og er þetta 4 dagar eða eitthvað slags? 4 dagar í fyrsta, 4 dagar í öðru og 6 dagar í 3. Og en svo svo getur unnið upp eins og ég sagði, topp 5 á 3. deildinni fyrir inn á Challenge Tourinn og svo topp 25 þar fara beint inn á evrópsku. Þannig að það myndi ég segja að sé svona heilbrigðasta leiðin. Þá ertu rosalega góður þú ert alveg virkilega tilbúin í evrópsku mótaröðina þá myndi ég segja. Og ég spilaði og þessi ár sem ég spilaði mest þá fór ég í gegnum þessu úrtökumót sem svolítið svona marathon og var mjög erfitt og fór og spilaði þar og svo átti ég nokkuð fín ára á Challenge Tour líka en eins og ég vann mót og svolítið þannig sem var svona eitt af mínum svona loka árunum, ég var 40 ára gamall þegar ég vann það og það var rosalega sætt. Hvernig var tilfinningin? Það var alveg ótrúlega en það sem maður horfir yfir veginn þá var margt búið að ganga á, þú vissir. Ég fór bara á stað í rauninni bara frá Skaganum, bara hótel mömmu og ferðaskrifstofa, ég var bara mín ferðaskrifstofa með landakort og keyrði eftir því og allt eitthvað í mót og gólfvelli og þannig að maður vissi svo sem ekki neitt, það maður bara alltaf að reyka sig á eitthvað mistök og fór bara á stað og lærði á þeim og hendi sér áfram á næsta og þetta var þetta oft erfitt en ég átti frábært fólk og
kynntist náttúrulega bara yndislegri konu sem var alveg kletturinn í þessu sko. Var hún golfari líka? Nei, hún var aldrei, hún vissi ekki hvað það var sko. Nei, og hún skildi að þú væri bara frá hún bara það var bara, henni fannst það bara geggja spennandi og það var ykkur að reyna við þetta og var bara frábært greinlega, þannig að hún eldi mig alla trissur og við eignumst bara 3 yndisleg börn og erum bara stilstændi. Og þið búið ekki á Skaganum? Nei. Hún úr Reykjavík, eða úr Garðabænum. Já, en það sko makar þegar maður alltaf svona íþróttadrauma, þeir skipta nefnilega alveg gríðarlegu máli að þeir standi með manni. Þeir skipta öllu máli. Já, það bara, þið bara svona sjáta á góða íþróttamaka. Já. Algjörlega þannig. Það þarf að vera að rækta þá. Já, við þurfum öll að vera mjög góð við þau. En Já, við erum náttúrulega mjög skrítin fyrirbæri. Þetta er sjálfkvært og það snýst alltaf okkur. Já, þess að verða þau að skilja þetta, maður verður að hafa einhvern á hliðalínunni sem skilur þetta vel. En sko, þetta er náttúrulega auðvitað ótrúlega kostnaðarsamt og golf er náttúrulega líka svolítið high-end sport. Ég ætla náttúrulega mist svona golf og tennis vera svona fína sportið. En þú varst heppin með bara góða styrktaraðila og svona. Já, það verður þannig að ævintýri í rauninni byrjaði því að vera fyrst Íslandsmeistari 96 og þá koma hópur af svona framamönnum í sportinu og í viðskiptalífinu og spurðu hvort ég hefði áhuga að gera statunumar og ég bara, já, okay. En en ég var þá komin á vegferð að fara í háskóla í Bandaríkjunum og kom inn í skóla þar og byrjaði að taka Louisiana og ég vissi ég fór bara í sömu skóla og hinnir og sóttum það og það var komið á viss stig, ég var farin í prófin og svona. Já. En þeir bjóða með samningi 3 ár og bara borga í háskóla, 3 ár? Nei, þeir þeir fjárfestanir og stofnuðu svona félag það að ég færi bara á stað. Þannig að ég auðvitað lét slag standa og það var bara draumurinn og þar byrjuðu draumarnir að rætast og ég hefði aldrei náttúrulega geta gert þetta og það er bara þannig í dag, þetta er mjög kostnaðarsamt, þetta er ekki lið og þú fær svona bara stuðning af þessu leiti og svo færðu bara að borga eftir því sem gengur vel sko. Það er ekkert svona pakki hér og það hjálpaði gríðarlega og var alveg ótrúlegt framtaki á þessum mönnum að gera þetta. Þetta voru 30 fyrirtæki og einstaklingar. Mér finnst sko svona mín tilfinning horfandi utanfrá er mér finnst alltaf svona svolítið vel haldið golfarana, þú veist, styrtalega, hvað heitir þetta? Forskot. Mér finnst það mjög vel gert sko, því þetta er alls ekki öllum einstaklega íþróttagreinum sko. Nei, og þetta var svona, forskot er eitt af svona fóstrumbönnum mínum, þegar ég tók þátt í að byggja það með einmitt styrtaralum hjá mér á þeim tíma og sem var þá Icelandair og Bogi sem er fórstjóri núna og Björgúlur og góði menn voru svona, þú veist, að hugsa hvað hægt að gera. Þá var ég með í hausnum mínum draumum það að búa til svona tím Iceland á þeim tíma og keipti ég mitt lénið og ætlaði að fara að stofna það sko, fyrir bara allar íþróttir, mér finnst bara umgjörðin þurfa að bætast á þeim tímabundi sem er svo miklu betri í dag en samt alls ekki nóg og það eru svona teiknálofti svo sem, en það er einmitt sko, eftir að vera einna bröldi í þessu og talandi liðsheildina, þá vantaði það svolítið, þú veist ég hefði sagt sko, ef við höfum gert það upp og nýtt eins og fyrir golfi að senda mig einan var rosalegt risk sko, þannig að við vorum örugglega alveg slattið af strákumann sem vorum bara frambærilegir og voru í háskóla og það hefði örugglega verið mjög skynsalegt að senda kannski 3 saman sem lið og dreifa þess átinu einn gengur vel í einum og það ítir öllum þessa tröppu þannig lifði ég á mínum ferli var að ég elti alltaf ykkur á rós heyrði það var eitthvað betri en ég þá ætlaði að vinna hann svo bara þú veist þessi litlu markmið og það ítir öllum áfram bara einhvern veginn og það fara mjög sjaldan allir niður bara, það er alltaf ykkur sem á sína hæðir og leiðir sko og það er að haldast í hendur en það var svona
eins og ég segja, og golfarinn hafa mjög gott í dag, myndi ég segja, þú veist, þeir hafa hana stökkpall úr sko úlingagolfi yfir í landsliðin sem áhugamenn sko, þú veist, sem fá ekki greitt fyrir eða get ekki fengið greitt fyrir það og svo kemur forskot og tekur á móti atvinnum. Og þetta var ekki þegar ég var að alast upp, þá varstu bara í landsliðinu og svo bara þegar gerist atvinnum varstu bara átt og bara út úr golfhreyfingun á Íslandi sko. Ég mátti ekki keppa í Íslandsmótum eða golfmótu í Íslandi í 7 ár. Ha? Já, það voru áhugamannareglur bara og atvinnumannareglur. Þannig að atvinnumannaregluna, eða veist, þá mátti ég ekki keppa á Íslandi. Og það kom Svíi sem var landsliðsþjálfari þá og breytti þessu. Okay. Ég mátti ekki eins og keppa með klúbbnum mínum í liðakeppninni sko. Þannig að þetta voru mjög stranga reglur. Þannig að þetta að linast töluvert og Svíinn kom og breytti þessu. Þannig að hann bara horfði á þetta bara, þeir eru örfá og þeir bara breytið þessu í lögum GSI og það sem var frábært og þá gaf maður aðeins tengt við Ísland aður. Manstu hver var framkvæmdastjóri golfsambandsins á þessum tíma? Þegar ég gerist atvinnumaður, mér langar að segja, ég man bara þetta Herði Þorsteins sko. Ég veit ekki hvort hann byrjaði aðeins og eftir. Ég held að hann hafi byrjað aðeins og eftir og þetta hefur verið svona á þessu skeiði hann. Manstu þetta Frímann Gunnlaugs? Já, Frímann var örugglega þetta var örugglega á þessum tímapunkti. Okay. Hann var sem sagt svona skáafi minn sko. Þannig að ég var ofta hangandi þarna niður frá sko. Ég man ekki alveg hvernig hann hætti sko. Þetta er 97 sko, þegar ég gerist atvinnumaður. Þannig að þetta á þessu rofi hann að hvernig þeir skiptum Frímann algjör toppmaður. Alveg sammála. Heyrðu, sko þú svona segja nokkur orð sem ég bara svona, mér langar að ræða markmið núna. Já. Hvernig svona markmið settur þau kannski á þessum tíma á hvort þú gerir en þetta og varstu með svona einhver lítil markmið eða bara markmið golfara? How does it look like? Já, ég var einhvern veginn sko, það var aldrei systematist sko, þú veist, ég ólst upp, einhver markmið, það var enginn sem kendi þér eitthvað bara smart bara eitthvað skrifaði niður og þú veist horfði á þetta á hverjum degi eitthvað svona, ég hef ekkert eitthvað brjálæðslega trú á því en þess að ég fór í gegnum öðru sig og en samt rosalega nauðsynlegt að fara í gegnum þetta og ég hef alveg gert það og vandamáli finnst mér við markmiðasendinguna að þú leitar oft í að skrifa of háleit sko og fókusa bara á þau. Það virkaði ekki bara fyrir mig en ég ólst bara upp í það að finna mér eitthvað sem ég ætlaði að vinna og þessi var bara betri en ég og ég fann mér alltaf eitthvað sem var betri og af hverju hann betri en ég þá fór ég bara, betra að púta eða betra að chippa eða sló betur eða það var ekki, þannig ég hugsaði ég ætla bara, hvernig get ég orðið betra að púta fór að tala við hann eða fekk bara upplýsingar. Þetta var urðu svona mín litlu markmið og svo fór maður að gera sér stóru markmiðin og þú veist, þegar ég var 16 ára, þá fór mér að dreyma sko, þú veist, að horfa á golf eitthvað í sjónvarpi það var sýnt á Vaf.s eða maður tók upp eitthvað og horfði á þetta aftur og aftur. Það eru sem sagt spólur. Já, við erum takum en og það er raunveruleikinn og þá fór maður að dreyma og það og ég segi að það sé mjög nauðsynlegt að vera með draumamarkmið og láta sér dreyma og það á að vera svona, þú veist, þessi drifkrafturinn í að horfa eitthvað en það sem að ég fór svo að brjóta niður í bara öreindir voru endalaus lítil markmið og ég fór að setja með markmið og hverjum degi sko, bara ef ég fór út á golf, þú veist, ég var ekki góður í gær í, þú veist, að halda þolum með því ég var bara ekki nú ákafur eða þá fór ég að setja mig markmið bara og svona besta markmiðið mitt var svo inn í end sko, út af að tala um markmið það var hvernig ég gat sett mig í són að halda mér hvernig að útskýra það er að ná fram úr því besta í hverju einasta ekki. Það var, því ég fattaði það sko bara að segja það, ég ætla bara í hverju einasta ekki
að gera þetta allar besta. Já. Og það eru margir þættir, það eru að vera á góð rútína, velja kilvu, mælinguna, og bara inn í endaði just do it og stick to it, sko. Og bara taka afleiðingunum. Það var eiginlega mitt svona, þegar ég fann það og kom hann að kafli, þá fór ég svona að njóta gólfsins, svona atvinnugólfsins alvöru, sko. Já. Þannig að mér fannst svona oft ég vera að þvælast fyrir mér draumamarkmið. Já. Ég var oft sko að reyna á mikið. Það endaði með að ég fór að reyna of mikið og ég gleymdi öllu því sem ég gat stýrt. Ég held að það sé svolítið ekta einstaklingsíþrótta. Já, það er engin að þú ert ekki að grúa þig með öðrum, heldur þú ert svolítið fókusar og þú verður svolítið obsessed á að fullkomnun og ég datt í það að það þurfti alltaf að vera fullkomið og og á lokum og held ég punkturinn sá að ég gleymdi því hverju ég gat stýrt á hverju sinni, og í rauninni er það eina sem þú getur gert að lokum, sko. Þannig að það var svona, og ég tek það með mér í lífið bara alveg, sko. Þannig að það er í rauninni bara hvað getum við gert til þess að verða betri eða betri bara manneski eða hvað sem er. Já. Og gefa af okkur eða pay it back eða þú ert bara alltaf geta jögla því, sko. Ok, og hvað tókstu meira með þér úr golfinu? Já, ég uppgötaði náttúrulega bara margt bara sjálfa mig, sko. Ég held að ég hef lært ótrúlega mikið inn á sjálfa mig, sko. Já. Og bæði á ferðalögum, þú varst náttúrulega bara einn með sjálfur og það var, þegar ég byrjaði, það voru engin símar. Ég ætla að segja, ekki ég heldur. Þannig að þetta var svona, já, ég lærði á mína veikleika og styrkleika og ég lærði það að ég er gríðarlega þrjóskur og þolumár og neita að gefast upp. Ertu skapstór? Nei, alls ekki. Nei, ef ég reiðist þá er það bara, við getum talið að örugglega bara 3 ára ævinni eða eitthvað, sko. Almennilega, sko. Ég held að það hafi komið með, þessu ferðalögum og svona, maður gat reiðist í handbolta eitthvað, það er meira keppniskapið, sko, en nei, ég held að kona geti staðfest að ég bara hugsaði ég verð mjög sjaldan reiður eða bara verð ekki reiður, ég verð svona meira inn í mér þá. Ef ég verð eitthvað, þá verð ég svona bara hugsi, það er örugglega ekki hægt að vera reiður og pirrar golfari því að þú hlýtur að það er nú einhverju, maður nú sé einmitt vídeo hér og þar, sko, en ég meina það hlýtur að hafa áhrif á. Já, en ég er samt á því að, sko, ég hef þjálfað einstaklinga sem að vera með mikið skap og ef það er með að höndla, en ef þú notar það rétt, þá held ég að þú getur notað þessi styrk, en þess að það getur ekki allir heldur verið bara eins og þú verður að meta einstakling hvernig þú þjálfar hann og það er sama í hópíþrótt, þú verður að búa til lið úr mismunandi einstaklingum og það er sama í golfi að þú þjálfar ekki alla eins, það er þið bara galið, sko. Þú ert með eitthvað grunn og svo bara púslaru einstaklingunum í kringum hann og hvaða styrkleika og veikleika hann hefur. Og já, ég held að ég hef tekið, ef við förum aftur í spurninguna, að ég hafi lært ofboðslega mikið á sjálfum mig sem ég get tekið áfram í lífið, sko. Og nú ert að vinna í dag og svona, og bara ég gerir ráð fyrir að þið gangi vel, en er svona, eitthvað svona sem að þú hugsa bara eitthvað að golfið hjálpaði þér, að ná svona langt eða með það sem þú ert að gera og þú ert í fjármálaheiminum? Já, ég ákvað að taka bara við beygju og fór í háskólan eftir ferilinn og en gaf allt í hitt og bara, nú er komið bara nýtt markmið og ný markmið á hverjum degi og hverju ári og ég er með bara frábært fólk og það sem heillar mig fyrst þegar sem ég fer er að því ég tek ákvörðun, mér langar að vinna við eitthvað annað, mér langar að prófa eitthvað annað í lífinu og það var ákvörðun og það var góðu vinur minn sem ýtti mér þá leið líka og maður þarf stundum að fá púsið. Það var ofta erfitt að segja skilji við eitthvað sem maður var búin að leggja ástfóstur á og maður vissi ekki hvert það myndi leiða mann, sko. Og exitið var kannski svona, þeir þurfti þetta pús og það gerðist og svona hluta því var að ég er mjög heppinn að lenda á alveg óbúslega flottu fólki sem ég er að vinna með mikla reynslu og svona, hvað maður að segja, við má sletta think alike, svona í lífinu hjá Akró kem þeim að já, og er þar í eignastýringu og byggja upp bara
mjög flotta framtíð. Ok, allir að kíkja á, Acro. Acro. En þú ert lærður GPA gólfkennari. PGA. Hvað sagði ég? GPA. Það er golf professional. Já, ok. En hérna, þú veist, vannstu eitthvað við gólfkennaran? Já. Okay. Ég vann alltaf aðeins hjá GKG, fór í GKG 2003 en ólst upp á Skaga. Og svo var ég íþróttastjóri líka upp á Skaga. Já. Og með náminu mínu og smá með svona loka árunum mínu fóru aftur upp á Skaga og svo hef maður verið bara ég hef verið að hjálpa atvinnumönnum og ég var aðstoða landsliðsþjálfari og svo hefur svona unga kynslaðan aðeins leita til mín bara með ráð og ég bara, þú veist, mér er gaman að tala við og sjá hvað það er að hugsa Ok, hvað er það að hugsa? Hvað er ráðið vantaði? Það er svona, þau eru bara á mismunandi stöðum sko, en svona í grunninn eru þau flest á öllu stöðum sem að ég er með á. Það var svona skipulagið. Já, og svona einfalda hlutina, þú veist, hvað átt að fókusa. Nú er kannski einhverju framtíða golfarar að hlusta, hvað getur við tósa út þér? Fyrst og fremst þarf það að vera með gott heimi í kringu þig, sem þú ekki bara já fólk. Ég bara vil alls ekki já fólki kringum mig, ég vil alls konar og þú vilt að þú fái sparkir að sinn og líka geti sagt við á þess að þú veist, þú getur talað saman eitthvað og svo held ég að sko þau eru svona aðeins að bara eins og ég gerði, þú veist, þá bara við vorum komið fram úr okkur og vorum að reyna mikið og við erum ekki að stýra því sem við getum stýrt, við erum að gera of mikið af öllu, þú veist, vitlaust og einfalda hlutina, búa til flotta rútínu og bara fara út á golfvöll og þú veist, give it your best af öllu sem þú getur stjórnað sko. Og þetta er bara, held ég, þú getur tengt þetta við hvaða íþrótt sem held ég, þú veist, ef þú stýrir því sem þú ætlar að gera, þá þú getur farið á kottan, bara sá þegar ég gaf allt í það þá bara það sem gerist sko. Þannig að það eru afleiðingar af ykkur, þú veist, ég braut mín markmið niður í það, það sem að ég stjórnaði alveg frá því að, þú veist, því ég bara fór að sofa, visualization, þú veist, bara skipulagið, ferðalögin, þú veist, hvað ég skildi eftir mig heima stundum, þú veist, ef ég var með allt kláraði ekki það sem ég átti að gera heima, þá leið mér illa, þú veist, bara, þetta eru svona það er bara fullt af öðrum atriðum heldur en sem getur haft áhrif á þig bara á golfvellinum sko. Þess að golf er aðeins öðru sem til dæmis aðrar einstaklingsíþróttir sem er aksjón kannski. Þú hefur rosalega tíma á golfvelli að hugsa og ef hlutinu fari ekki að ganga vel þá fyrir þess að hugsa ég átti að vera búin að þessu eða ég átti að gera þetta. Já, og kemur svona suð. Kemur svona noise í hausinn og það er svona líka það sem krakkanir er að slást við og yfirleitt er sagt að vera í núinu. Jú, þú ert að vera í núinu og í golfinu að vera í núinu í 5 tíma og þú ert kannski að spila golf í 1,5, 40 eða 2 tíma kannski, segja það bara. Það er rosalega mikil tíma sem fer ég að bara að láta hausinn reika sko. Þannig að þú þarft alltaf og ég er á móti því að þú getur ekkert verið alltaf í núinu sko. Það er bara ég sé engan sem að getur það sko. Ég hef kannski einhver munkur einhver staðar í ekki einu sinni að pottið að hann fer að hugsa eitthvað annað en það er hvað þú gerir við upplýsingarna þegar að koma til þín sko. Þú veist, hvernig kemstu í núið þú ert alltaf að fara eða þú ert að fara að gera þú veist, slá höggið sko, hvernig er að sóna þið svo aftur tilbaka. Það fannst mér mjög gaman að stúdera. Visualization. Við vorum með hérna í podcasti nýlega að Helgi Valur var að koma eins og rætti það. Hvernig, þú veist, gerðir þú það eða hversu mikilvægt er það og hvað ert að visualisa? Já, það er bara frábær spurning. Ég kynntist það var þegar ég var í landsliðinu þegar ég var svona örugglega 16 ára. Þá var maður sem kom með svona hugaþjálfun til okkar sem hét Betra Golf þá. Jú, held að það héti Betra Golf. Voru á geisladisk þá. Og við að hlusta og var að kenna þess slökunaræfingar og svo fór hann að hugsa, þú veist, inn í eitthvað herbyggi og visualisera og svona góða herbyggi þitt. Fór ég svona að leika með þetta og þetta virkaði vel fyrir mig. Og ég fór að nota mikið sko visualization, við vorum að bæta tæknina.
bara hugsa hreyfinguna, ég svona tengi við myndrænt líka og svona á þess að slá bolta og svo líka þegar með leikskipulagið og þegar í mótum þá fór ég alltaf á kottan með bókina mína með mynda af öllum hólum, búin að teikna upp skipulagið og ég spila alltaf minn fullkomna hring og ég var alltaf með draum að spila undir 60 og ég las bók sem var eftir Píu Nílsson sem var svona draumaringu 54 hún skrifaði bók sem hún þjálfaði Anniku Sörestam og þær voru með þetta markmið að spila 18 undir þinn heimavöll. Undir þinn heimavöll? Nei, 18 undir á þínum heimavöll. Já, þínum heimavöll, ok, já, ég skil. Þannig að ykkur tíman á lífsleiðinni að spila þinn heimavöll hefur ykkur tíman fengið fugl á hverja einustu hólu sem einn undir pari og þetta vakti áhuga að lesa þessu bók, frábær bók sko, og bara alveg hún skrifaði aðra bók sem var alveg stórkostlega líka og hérna las hana sem að heitir Every Shot Must Have a Purpose sama þótt að sé æfinga eða eitthvað sko. Það verður alltaf að vera eitthvað tilgangur og þetta svona hjálpaði mig gríðarlega menn að segja stundum fekk maður ekki æfingaring en maður gæti labba völlin og þá teiknaði ég bara oft minn fullkomna leikskipulað sem ég vildi treysti 100% og svo var ég bara svona 10 sinnum á kvöldin bara árinni fór svo bara fletti í gegn bara og sá fyrir mér bara rútínuna vindinn, ég upplifði bara eins og ég væri í herbygginu það sem maður kendi mér 16 og upplifði ég bara eins og ég væri út ég fann graslyktina og vindinn og var hvernig boltaflugi fór hvernig hittan og ég náði þessu vel þá datt ég svona oftar og oftar í sóni þetta var stundum ekkert alltaf einbindingin var ekkert alltaf 100% en þetta þjálfaði mig í það sko. Og í dag tekið þetta alveg með mér sko. Jú og svona superpower já, ég minna íþróttamenn er alltaf að þráða að vera í sóninu og sóni er eitthvað bara sem er huglægt og allir íþróttamenn sem að svona, náðu ykkur drauma markmiðin sínum eða eitthvað, þeir hafa eitthvað tíma lent í sóninu og það er frábær tilfinning geggjuð sko það er eins og þú sért að horfa á þig við hliðina þér sko. Þú bara það er engin annan nema þú og þú sjálfur að horfa á þig sko. Og það er einhvern veginn, þú er búin að sjá hlutina áður en þau gerðust sko. Og þar kemur visualization en hérna ok, þannig að þú ert að spila golfring og höldum áfram í svona mental dæmi ég er búin að horfa á bæði á Netflix sko, svona einhverja tennisþætti og golfþætti og mér finnst það geðveikt út af því að þar sérðu líka bara svona real life dæmi og þetta er náttúrulega bæði íþróttir sem að sko þú þarft sko að vera svo sterkur í huganum og bara leið þú missir hausinn að þá er náttúrulega bara, þú veist, brekka þú veist, þegar þú lendir í svoleiðis, þú hlýtur náttúrulega að hafa lendið því og bara allt fór úrskeiðis og eitthvað, þú klárar náttúrulega en þú veist, hvað fer í gegnum hausina þér? Hvað ráð hefur þið fyrir hinna? Maður hafa allir lent í alls konar brekkum og hérna það þurfa allir að finna einhvern veginn sína leið en það eru svona kannski punktar sem að það er fyrsti punktur að fara tilbaka og hverju geti stýrt sko. Yfirleitt þegar þú byrjar að fara að spila illa eða gengur illa þá er fókusun ekki á það sem þú getur actually stjórnað sko. Ég held að það sé að fyrsta þá fara hér bara ramminn hvernig get ég gert þetta einfaldara og hvernig er ég, þú veist og mónitora það tekur tíma að læra það sko inn á sjálfa sig og sumt virkar og sumt ekki þannig að ég held að það sé fyrsta en svona moment þú veist, þú ert bara að missa sko, það er náttúrulega þá þarfst að fá þér eitthvað trigger sem að og ég notaði svona yfirleitt lög bara til þess að róa mig sko, þú veist, ef ég var mjög pirraður inn í mér sko, þá fór ég bara að söngla eitthvað lög og eitthvað ákveðlag svo, get ekki sagt það sko. Jú, hvað er með það? Nei, hérna, í den þá var það lagið með stjórninni hvað lag? Láttu þig líða vel ég raulaði þetta var á þeim tíma það var eitthvað sumarsmellur og ég raulaði þetta og það fekk þetta á heilan en svona good feeling lag líka þetta er yfirleitt svona good feeling og svona svo var náttúrulega kunni konan á mig fór bara að tala um eitthvað annað hvað við má borða í kvöld og hvaða veitingastæði eða eitthvað þú veist að fara að dreifa huganum
eða þá bara tala skildfólkið, hvernig þetta skildið þessu, hún gerði það einu sinni og sneri hringnum algjörlega við, sko. Já. Var hún þá með þér? Já, var hún Katti hjá mér. Okay. Var hún oft Katti hjá þér? Já, hún var mjög oft. Okay. Og alveg náðu mjög vel saman. Ok, já, ég hef búin að gleyma það er alltaf Katti, en á sömu mótum færið þá bara einhvern veginn að kemur með Katti? Já, þú bara ræður því. Þú getur sótt að fá bara einhvern svona lokal, svona á staðnum. Hafa þér einhvern tíma að fara í taugarnar að þér? Já, alveg. Ég hef sagt einum að ekki grjóthalda, en sagði honum bara að tala minna og hugsa bara pókan, ég tek allar þessar ákvarðanir, hann tekti ekkit á mig, sko, hann ætlaði bara að gera mikið, sko, hann ætlaði bara að sanna sig. Já. Staðan fyrir að gera bara actually það sem hann átti að gera, bara halda pókanum og halda kílónum hreinum og vera mættur á staðinn þegar ég átti að vera, en ég sagði mér, ég skal sjá rest og hann var farin að skipta sér að kílóali og á þess að þekkja mig, sko. Nei, einmitt. Þannig að þetta svo sem samband sem þú þarf að þróa með og ég bara sá hann pent bara þetta ykkur á 5 hólur, ég skal sjá þetta og þú sér þetta. Hóli kjátt. En þú veist, þú kannski að spila með einhverjum í holli eða eitthvað og manneskjan bara leiðileg eða fyrir taugarnar á þér eða eitthvað, þú veist. Já. Hvað, náður bara eitthvað svona sóna út eða? Nei, það fer náttúrulega eftir hvernig gengur hjá þér, sko, en þú veist, það getur alveg gæst að kemistrían ekki góð og mjög ólíki spilarar, maður alveg lent í þessum, eru mjög hægir og þú kannski við okkur í tempóið, þannig að tempóið þetta algjörlega reyðlast og þú veist, þú alltaf einhvern veginn inn og út, sko. Og það bara, þú veist, hluti af leiknum, sko, og þú verður bara að díla við það með að fara aftur inn í sónið, þú veist, fyrir hvað þú stendur að, þú veist, vera bara í þínu boxið, sko. Og þú fæst stundum út og þú ert að koma inn í aftur og þetta bara endalist tjögl, sko. Já, þannig að núna sannfærist ég að ég verð ekki golfari. Jó, en þess að ég held að, sko, ég kynnti skólu, það var bara, þú veist, þetta var ótrúlegt að maður hafi endað í golfi, sko, í rauninni, sko. En beauty við þetta var að það smalleikum neginn og þú veit alltaf að kepa það sjálf og völlin, ég segja það við alla, þú inn í enda við degi, þá ertu bara, þú stýrir ekkert hvað aðri gera. Nei. Þú getur ekki trublað hann eða þú veist, það ekki ég myndi reyna það, ég myndi 100% reyna það. Já, ég ólst upp við það á Skaganum, að við vorum bara endalist að trubla hvern annan. Það var alveg dört í það, sko. Eins og hvernig? Bara hringla, missa kúlu og þú veist, reyna svona, þetta var smá klefastemning hjá okkur strákunum þar. Þú veist alveg hart uppeldi. Sjálfsög, það bara fínt, það þurfa allir að fara í það. Ég var send á golfnámskeið þegar ég var yngri, Keili og afi Frímann og amma Hildur og ég braut 3 pútira. Mér langaði bara ekki að hefa golf og ég fekk alltaf í sumargjöf eða eitthvað nýjan pútir og eitthvað og það svona minningi mín, ég lofaði að gefa þessu séns í sumar. Ok. En kannski gefi þessu nokkur ár, ég reyna að blikka þig, fara ljúlingin með mér eða eitthvað. Já, anytime. Heyrðu, en mér langar svona að forvitnast, þegar þú ert þá að æfa golf, hvað myndir þú segja, þegar oft talað í þrýþraut þá viltu hjóla eða hreyfa þig svona marga klukkutíma á viku eða hjóla svona mikið eitthvað, hvað svona, eitthvað svona æskilega svona marga hólur á viku eða hvernig hugsa golfar þetta? Það var eitthvað svona tömmalböðaregla, sko, þú ert að leggja inn 10.000 klukkutíma, þetta þema, sko, en ég held að ykkur árangusmódel, þú fyrst og fremst þarft að hafa ástríðu fyrir þessu og lifa og deyja fyrir þetta, þú veist, bara þú ert í þessu út af því að þú bara langar ekkert annað, sko, þú veist, ef þú langar hann á alla leið, sko, og ég held að það skipti engu máli, þú veist, þá bara ertu þannig, sko, þú veist, og þú býrð ekki til eitthvað módel sem að, þú veist, heyrðu ef þú gerir þetta, þá verður þú alveg frábært, þú verður nær einhverjum árangri en ég held að, þú veist, þessi ekstra nýs kemur frá hjartanu og þú elskar allt við þetta, sko, og þannig að og það þarf ekki að pína það út á völl, sko, þú veist. Nei, það virðist ekki vera, sko. Nei. Svo er þetta dásanlega líkansrætt líka, minnst alveg frábært hvað eru margir stund að golfa, hann er bara brjálega fjöldi á Íslandi. Svo er þetta bara þannig að
þegar þú tölum um eitthvað svona þjálfunarfræði, mér finnst sko, þú veist, það ætlar að ala upp eitthvað afrekskilving eða þú veist, í grunninn finnst mér og þegar maður hefur verið í fótboltanum og handbolta og svo golf og verið svona að þjálfa og þá finnst mér svona, þú veist, of mikið pælt í afrek sko, þú veist, en þess að svona of snemma. Já. En ég veit að það eru örugglega margir ósammála mér eða eitthvað, en ég held að skoðanir sé bara misjafnar í öllu svona. Já, ég held að afreksmaðurinn, hann kemur alltaf. Já. Ég held að þú veist, hann þannig sko. Og hann bara að leitast eftir gulrótum. Já. Og hann þarf bara fóstur til þess að henda honum eitthvað áfram sko. Já. En svo held ég að þú missir líka af mörgum öðrum ef þú ert alltaf að fóstura þann sem þú heldur að hann verði afreksmaður. Já. Þannig að ég held að við séum að missa fullt að tækifærum, að byrja of snemma og venna þess að ungi krakkar þurfa bara hvatningu á vissum stigum og þú veist aldrei hvenær sú hvatning getur allt í einu bara svissa þessu smallið. Bara 12, 13, 14 ára og farið í hináttina sko og svo ef þú ert of mikið afreks undir, ég myndi segja fyrir 14 ára og þá gætur eðilegt sko, þú veist, hvatan sko. Já. Já, veist, þannig hef ég hef meiri áhyggjur af því heldur en ég hef engar áhyggjur að við framleiðum ekki afreks hugsunum og ég held að sé ekkert módel en það þarf að vera einhver grunnur, það þarf að vera einhverja reglur og einhverja ægi og það þarf að vera, þú veist, hvatning fyrir alla og þú veist, það þarf að vera fóstrað á þannig og bara henda fram, þú veist, þetta þarf að vera ógeðslega gaman fram að því, sko, þú veist, og þetta má aldrei vera leiðilegt, sko. En í daginn þó þetta getur verið mjög oft pirrandi, sko, skilur bara eins og allar íþróttir en ég ætla að segja daginn þegar þú varst yngri og þá voru ekki það var væntanlega ekki svona ég ætla að segja golfhús þar sem þú ert að slá svona básar og alls ekki golfhermar eitthvað hvernig æfður svona til að byrja með á veturna? Já. Ég hendi golfsætin inn í bílskur og fór að æfa aðrar íþróttir. Já, var það ekki? Já. En í dag þetta orðið allt öðru sér það ekki? Eða hvað? Ég hef aldrei viljað gera neitt annað en þess að ég hætti í fótbolta 19 ára og tvítur og ég minn síðasta meistaraflokksleik í handbolta og ég geri statunum að 3 mánuðum senna. Já. Þannig að ég hef aldrei viljað gera þetta öðru sér en þess að ég bara elskaði allt við og ég held að það hafi, þú veist, hjálpað mér bara þú veist, ég held ég hef ekkert orðið betri í golfi ef ég verið bara í því, sko. Nei. Ég hef bara höflega drepist úr leiðindum, sko. Þú veist, ég hef þurfti einhæft kannski. Allt of einhæft og ég held að við séum líka bara allt of einhæft í mörgu, sko, þessu núna, sko, þú veist, ég hef með börn í og þetta of mikið afreks mjög snemma, sko. Þú veist, það á rosa system bara. Hvað börnin þín að æfa? Já, ég er núna með 10 ára og hann í körfu og fótbolta. Já. Og hann nennir ekki að æfa golf en hann spila golf og alveg bara flott, hann bara ræður sig sjálfur og ég held að það sé samt miklu betra heldur en þegar ég var, sko, þjálfurinn er alveg bara extremely góð í rauninni, sko. Já. Og það er reynd að búa að boxa bara allt upp, sko, mjög snemma en þeir eru mjög meðvitaður að það er að vera fjölbreytt, sko. Það er mjög fjölbreytt og ég vil hvetja hann bara í að prófa allt, sko, ef hann vill prófa bara. En það er miklu erfiðar í dag, sko, það var mjög auðvelt fyrir mig, þú veist, bjó bara í íþróttahúsinu og pabbi stráksins var með leikil á íþróttahúsinu og ef við vildum fara bara helgi og loka og fórum við bara og fórum bara í körfu og við fórum bara í badminton eða bara bortennis og svo bara í fótbolta og það var ekkert vesen, sko. En ég held að í dag er þetta náttúrulega bara orðið mikið meiri umgjörð og kostar miklu meira og hafa ekkert allir völu á því að vera bara í 4-5 sportum, sko. Nei, en ég mitt, sko, að hugsa svona, þú veist, þegar krakkar eru yngri að ég vil endilega hvetja þeim að vera í prófa fleiri en eina íþrótt og það sem að ég svolítið svona, ég er náttúrulega þjálfa frjálsar og í Garðabæ og svo niðri velkominn og en það sem að ég hugsa alltaf, sko, líka er, þú veist, eins og hjá FH, það eru, þú veist, 120 krakkar í flokk í fótbolta og við vitum að það eru kannski bara 15-20 sem halda svo áfram, sko, alla leið og hvað verður þá alla hina 100, þú veist, þannig að ég er alltaf að hugsa, sko, þú veist,
bara sem dæmi eins og frjálsar, það svo fjölbreyttar íþróttir, þú getur verið að kasta og getur verið að hoppa og getur verið að hlaupa og getur verið að langt stutt og allt þetta og þarna, ég hugsa alltaf bara, krakkar þyrfti eiginlega að prófa sig eitthvað, þannig að þegar þeir sem til dæmis hætti fótbolta þá vita, ég var nú bara ágætur í spjótkast, ég ætla bara að fara í það núna og þá erum við komið með framlengingu á íþróttalífi hjá ungu fólki, þannig að einmitt, það er sama með golfið, Já, það er fínt að geta, hún lærir handtökju svolítið snemma, einmitt þá getur ekki sér gripi í það seinna því að við virðumst öll ætla að fara í golf þegar maður eldri, Allar leiðir liggja þangað. Er það ekki? Nei, ég held að það sé náttúrulega þegar þú eldist og þú veist, ef þú fyrir dýpri pælingar að þú veist, hafa eitthvað fyrir stafni og eitthvað áhugamál er náttúrulega golf frábært og það geta rosalega stór hópur stunda golf og skíði frábært og þú veist alls konar svoleiðis en þú ert ungur og getur verið mikla útrás á ég prófaði frjálsar, ég prófaði fimmleika, þú veist, ég prófaði þetta allt og mér fannst það bara ég hef ekki viljað breyta neinu það var maður finnir bara svona, þetta er svona fín hilla já, þú bara, þú veist, líka tengir líkamlega allt öðru sig, þú færi fjölbreytnina þú veist, líkaminn verð tilbúnari að venjast þegar hann fyrir á þú veist, kynþroska og allt þetta þá er hann bara meira tilbúin fyrir að takast á við einhverja eina aðra íþrótt sem hún velur svo nýjandu öðu teg Ok, við golfararnir, nei, ekki við, já, ég hugsaði, ég var snögg þangað. Þannig að fólk sem að fer svo í golfið seinna meir og eitthvað og á marga vini sem eru í því og eru mjög metnaðarfull og eitthvað, og þau eru náttúrulega bara öll að slást við forgjöfuna að þið verðist og bara gott að fá sér. Það er frábært við mig bara, það er bara mælikvarði. Já, hvað áttu ykkur ráð? Eitthvað svona, þú veist, prófiði þetta eða gerið jafnvægisæfingar eða eitthvað? Já, ég held að meirihluti golfara hefur voða lítinn tíma til að æfa sig, það mæti bara út á golfvöll og spila. Ég veit það er málið. Og yfirleitt þegar að eitthvað kemur, veist, í kennslu eða eitthvað, þegar maður kennir öðru hvoru og veist, hvað ertu tilbúin að eyða miklu tíma á milli, veist, þú kennir mismunandi eftir því, Ertu bara að koma til þess að fá quick fix, til þess að fara að dræfa betur og fara að spila svo bara eða til að segjast það bara eða heyrðu ég ætla að æfa 3 sinnum í viku og reyna að bæta mig eða vil vera betri í þessu þannig að golf skiptist í marga þætti ef þú ætlar að lækka forgjöfuna auðveldasta leiðin er að æfa stöðspilið þú sparar fullt af höggunar í kringum flatinnar upp og bút fólk heldur að sé gott í en þú getur endalaust bætt í það er mjög, þú veist, fáðu bara faglega kennslu, bara æfingaprógram í því. Er það hægt? Já. Æfingaprógram í stuttarspilinu? Já, bara fullt af stöðum og mismunandi höggum og mismunandi, þú veist, og fær svona lærdóm af því. Já. Og fáðu ráðgjöf hjá svona mentuðum sem er bara góður, þú veist, það er ekki svo sem er mentaður en Þú ætlar ekki að setja e-mailið inn núna? Nei, alls ekki, bara fáðu eitthvað sem að, þú veist, er bara með, veist, góður í þessu eða góð og það er fullt af gólkennurar mann úti sem eru bara færir og eru hjá klúbunum ég myndi mæla með því, skrá sig og svo er náttúrulega að ná tökum af tegur þannig að það sparar líka fullt af Já, því hún er góðu hún er góðu uppásæki og styttur hóluna og þú ert minna í vandræðum þannig að yfirleitt færðu vítin þegar þú missir tegin þannig að byrja á þetta er svona 2 mikilvægastu og svo púsla stjárnin inn en svo er kannski einhverju sem vantar eitthvað bara eitt og til þess að taka stökkið brjóta niður aðeins leikið sinn Settir þér einhvern tímann svona þú veist að fara að spila eða þú veist bara að fara ég er ekki að tala um að keppa þú veist bara að fara á og spila hringina þína eitthvað varstu eitthvað svona, markmið mitt í dag er að gera þetta eða þú veist fórstu bara alltaf til að gera þitt besta bara öllu sviðum eða varstu með svona fókus kannski á hringjónum Jón Ingi sálfræðingur íþróttasálfræðingur hann kendi mér helviti góða afsakaðu blótið en kendi mér góða æfingu eftir hvert hring hann sem ég er búin að segja öllu krakkanum sem að þú veist þetta er 3 punkta á hringnum 2 jákvæða og 1 sem þú getur bætt mér fannst það frábært en þess að maður var oft of mikið að fókusa eitthvað, ég þarf að bæta eitthvað maður leita aldrei á þetta jákvæða segi þetta til, 3 punkta 3 punkta á hringnum, 2 verða að vera jákvæðir hvað gerur þú vel og 1 sem þú getur bætt
fyrir morgundaginn. Vá, ég held það sé að nota þetta bara í alltaf, öllu. já, og ég hugsaði þetta bara, þetta alveg frábæri punktar út af því að við eigum tilneyingu að brjóta okkur meira niður, sérstaklega eitthvað svona afreks og bara ætlar að ná langt. Við gerum alltaf eitthvað gott, sko. Það alltaf eitthvað gott hana og sama hversu spilar illa, þá alltaf hana, þú veist, ég gafst ekki upp, þú veist, ég bara gaf allt í þetta. Já. Það frábært, þú veist, bara embraceaða það, sko, og þú veist, svo bara veldi eitthvað eitt sem hefði geta snúið hringnu við, gert þann betri, faraði á einhvers veginn, aðeins drillaði það, kottu svo inn, það getur verið hugalegt, það getur verið teigvögg, vipp, bút, getur verið hvað sem sko. Bara vakna fyrr, undirbúin betur eða bara veldu, þú veist, þannig að þú alltaf þá með vinningshlutfallið að jákvæðu. Sjálfstraustið. Já, þannig að þú að peppi sjálfstraustið og sjálfstraustið eins og hann sagði við mig bara í núinu. Já. Það hvorki fortíð eða framtíð. Það kemur og fer. Já. En þú þarfst að fóstra það, sko, þú þarfst að ná því núna, sko, og þú ert alltaf að vinna í að byggja það upp, sko. En tókstu þá þetta eina sem þú hugsaðir hvað ég geti gert þetta betur? Þegar þú fer svo næst á vellin, tókstu það þá með þér? Eða varstu kannski bara já, þá var ég kannski búin að, þú veist, vinna í því og þá tek ég með, þú veist, punktaði kannski niður, ég ætla að vera betri í þessu og þetta 2 gott, sko. Ég punktaði þetta í bókina. Varstu með bók? Já, þú ert alltaf með svona bók af vellinum og þú ert með allar upplýsingar og ég skrifa upplýsingar á hverju degi, hvað kilo og vindur og eitthvað svona, en svo var ég með á hverju síðu sem ég var með stikkor sem ég var að muna líka. Okay. Stundum var ég bara muna að anda inn, góða öndun, stundum bara meira aggressiv, vera meira ákveðin og var að nota svona orð til þess að bæði peppa mig upp og róa mig niður og ég notaði þetta alveg á milli daga og mælir með því fyrir? Já, stundum þarftu pepp, stundum þarftu vera meira ákveðin, stundum ertu svona í ykkur slow motion og vantar kannski aðeins meira hérna. Hvað söngstu þá? Já, það var bara að meta líka Steinalag eftir. Nei, ég þá fór ég ekki að syngja, þá fór ég bara að peppa mig upp eitthvað. Svona aðeins að já, fá blóðið aðeins meira á stað, sko. Ég var líka með svona bók. Já, varstu með lag? Sko, já, ég var með lag og það var M&M. You only have one shot og ég náttúrulega var bara fór inn í þú fórst bara alveg já og ég var líka bara, ég bara hlaupa í 30 sekundur líka eða 60 sko, þannig að maður bara eitthvað svona you have one shot eitthvað, en ég hljópi við grindur á leiðin þannig að það voru 10 sko en ég var með svona bók og ég var með svona VHS líka við spólu og vídeokameru sko, þegar ég skoðaði alltaf bara hvað þarf ég að laga og hvað gerir ég vel og þegar ég var alltaf að hugsa, ég þarf að læra af öllu sem ég geri og því maður vill árangur sko en ég fór líka overboard sko í því ég held að flestir íþjóttumenn gerir það alveg svona tímabili ferði fullkomnunar áráttuna ég held að ég datt þar og það var ekkert gaman heldur sko þú varst aldrei að njóta inn á leiðinni sko þú varst bara í einhverju fastur í einhverju formi sem að þú veist það var rosalega leiðilegt bara mér fannst það leiðilegt sko já, ég alveg sammála það var þetta orðið svona erfitt og kvöð og svona ekki eins skemmtilegt en ég ætla að fara að segja þetta gott en ég alltaf inn að spá mér finnst mjög gaman sko nei, mér finnst það mjög skemmtilegt ég alveg bara svona, já ok, kallinn reyna að fá mig í golf og ég bara, já nú ég til í það en hvað ég ekki að spurja sem að einhver getur vilja vita ég veit ekki hvað við erum búin að hugsa svolítið unga fólkið og afreiksmennina og hvernig var að fara að vera til dæmis einn á þessum keppnisferðum eða því ég man sko þegar ég fór í keppnisferðir þá stundum var ég ein og þá svona maður alveg smá kannski oft lítill í sér en maður að þykjast eitthvað svona töff og eitthvað sko og ég var náttúrulega spretthlaupari þannig að það var allir með attitude sko þannig ég bara reyndi líka að hafa það en golfheimurinn er væntanlega bara allt öðru svo allir dannaðri Já, það eru allir rosa góði viniðinir þú veist, þetta er voða jolly sko, þetta er alveg allir voða næs og svona en samt, þú veist, þetta er allt distanserað, þú veist, þú verður allir svona áttinga almennilega vini, þú veist og svona kunningja, þú borða með þeim og svona, en það verður ekki alveg best pals en eitthvað, en út af því að maður var kannski eini frá Íslandi og svona stundum og veist, þetta var rosalega stórt svið hjá manni og og markmiðið mitt, ég er núna í stjórn GSI og stjórn KKG markmiðið mitt í þessu núna er að
einmitt stytta þessa leið fyrir þessa krakka. Já. Stytta þetta sjokk, sko. Sjokk? Já, þú veist, sjokki að fara út á stóra sviðið. Þú veist, þegar ég kom út á bara eitthvað, ég á ekki heima hér, sko. Nei, og bestur á Íslandi eitthvað, veist, hér eru bara 150 gæjar sem bara aldrei séð á áður og þeir eru bara allir geggjaðir, sko. Og mér leið alveg bara, ég á stundum bara, ég á ekki heima hér, sko. En þú verður eins og kallar það smá lítið líðar. En svo bara, þú veist, byrjaru og þú veist, þannig að ég vil stytta þá leið, sko, þannig að, þú veist, reyna að senda þessa krakka í meiri mótum þegar ég var yngri. Ég fór bara ekkert í mörg mót áður en ég gerði þetta, sko. Þetta var bara svona nokkur landsliðsverkefni og það var allt í ykkur hóp og maður gæti alltaf hjúra sig á strákunum þegar leikurinn var búinn. En já, ég tengi alveg við það, sko, að það, maður þarf alltaf að peppa sig upp og keyra sig á stað og hérna, ég held að þetta sé stór faktor, sko. Þegar maður sama á hvaða leveli, sko, einhvern veginn, þú byrjar í golfi og fara á fyrsta teig, allir, þegar þið eru eins og allir sé að horfa á þig og þú vilt ekki vera fyrir og þú veist, og ég er alltaf að segja, og konan hefur upplifað það, veist, allir halda að hún sé að rosa bara góð, hún er alltaf á leiðin að byrja og þetta er svona öðru sér á konum, þau eru að byrja í hópum og meira sósíal á þessum árum og það er bara frábært og það er beauty við það. En farið ég kannski ráðlegging til hinn almenna kylfings er að þú veist, það eru allir einhvern tímann að byrja og það golfarar eru líklega mjög flest allir, eða 95% myndi ég segja, bara að skilja þetta og eru kurteisi með það að þú ert ekki fyrir eða þú veist, og bara passa að halda í við næsta hóp og ef maður dregst aðra á, bara tekur maður upp og lappar áfram. Það er engin að spá í hvernig þetta lítur út eða gerir eða þú veist. Það er bara allir með sama áhugamál og metnað að vera betri sjálfur, sko. Og það gera allir mistök. Það gera allir mistök. Er þetta ekki flott loka orðið mitt? Já, og það má. Er það ekki? Jú. Herri, þakka þér alveg super duper fyrir að gefa þér tíma. Minnsta mál. Og hérna, já, ég hlakka til að fylgjast með og sendi þér einhvern mann vídeo af mér. Ég hlakka til að sjá það á golfvellinu. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.